velkomin til þessara stundar í Tálknafjarðarkirkju. Í dag annar sunnudagur eftir 13. Og ég ákvað að breyta út af með ritningatextana og nota textana sem voru á síðasta ári fyrir þennan dag. En þann dag var einmitt sagan brúðkaupi í Kana. Og þemað í textum dagsins hlýðni. En við skulum byrja á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Almáttigi eilífi Guð, þú sem stjórnar á himni og jörðu, heyri í mildi bænir okkar og gef frið vora daga. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Fyrri ritningalestur úr annarri Mósebók. Drottinn svaraði Móse: einnig þetta sem þú sagðir mun ég gera, því að þú hefur fundið náð fyrir augum mínum og ég þekki þig með nafni. Þá sagði Móse: sýndu mér dýrð þína. Drottinn svaraði: ég mun sjálfur láta allan ljóma minn líða framhjá þér og ég mun hrópa nafnið Drottinn frammi fyrir þér. Ég vil líkna þeim sem ég vil líkna og miskunna þeim sem ég vil miskunna. Ennfremur sagði hann: þú getur ekki séð augliti mitt, því að enginn maður fær séð mig og haldið lífi. Síðan sagði Drottinn: þarna staður, stattu uppi á klettinum. Þegar dýr mín fer hjá, læt ég þig standa í klettaskorinni og hyl þig með lófa mínum þar til ég farin framhjá. Þegar ég tek lófa minn frá, muntu sjá aftan á mig. Enginn fær séð auglit mitt. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakka gjörð. Síðari ritningalesturinn úr Rómverjabréfinu. Við eigum margvíslega náðagáfur samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Sé það spádómsgáfa, þá notum við hana í samræmi við trúna. Sé það þjónustustarf, skal gegna því. Sé það kennsla, skal sinna henni. Sá sem hvetja skal, geri það, og sá sem gefur, sé örlátur. Sá sem veitir forstöðu, sé kostgæfinn, og sá sem vinnur miskunnaverk, geri það með gleði. Elskan sé flærðarlaus, hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Verið ástúðleg hvert við annað í bróðurlegum kærleika og keppist að sýna hvert öðru virðingu. Verið ekki hálfvolg í áhuganum, verið brennandi í andanum, þjónið Drottni, verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni og staðföst í bæninni. Takið þátt í þörfum heilagra, leggið stund á gestrisni, blessið þá sem ofsækja ykkur, blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum og grátið með grátendum. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýr sé þér Drottinn. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Jóhannesi. Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galileu. Móðir Jesú var þar, Jesús var og boðið til brúðkaupsins og lærisveinum hans. En vín þraut, segir móðir Jesú við hann. Þeir hafa ekki vín. Jesús svarar: hvað viltu mér, kona, minn tími ekki enn kominn. Móðir hans sagði þá við þjónana: allt það sem hann segir ykkur, það skuluð þið gjöra. Nú voru þar 6 vaskir úr steini samkvæmt reglum gyðinga hreinsun og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesús segir við þá: fyllið kerin vatni. Þeir fylltu þau á barma og síðan segir Jesús: ausi nú af og færið veislustjóra. Þeir gerðu svo. Veislustjóri bragðaði vatnið sem var orðið vín
og vissi ekki hvað það var, en þjónarnir sem vatnið hefðu ausið vissu það. Þá kallaði veislustjóri á brúðgumann og sagði: allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara menn gerast ölvaðir. En þú hefur geymt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn sitt gerði Jesús í Kana í Galileu og opinberaði dýrð sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Jesús, ég nefni nafnið þitt, nálgast þú og blessar lífið mitt. Þú læknar sérhvert sár og þeirra sorgartár. Jesús, ég nefni nafnið þitt. Við skulum biðja. Eilífi Guð, opnaðu hjörtu okkar fyrir boðskap þínum. Gefðu að lifandi orð þitt snert okkur og verði okkur leiðarljós og styðji okkur í erfiðum ákvörðunum. Gefðu að við verðum aldrei viðskila við þig. Við lofum þig og tignum. Amen. Já, ég ákvað að skipta á textum dagsins í dag fyrir textana sem voru á þessum sunnudegi á síðasta ári og hafa þemað hlýðni. En mörgum hefur reynst erfitt á þessum COVID-tímum að hlýða, samkomutakmörkunum eða bara einfaldlega að fara eftir fyrirmælum. Og ég ekki að tala börn, heldur hefur mörgum fullorðnum þótt erfitt að hlýða. Víst fólk orðið langþreytt og við langvarandi ástand kemur upp kæruleysi. Og þetta kæruleysi vex einmitt þegar við höldum að þetta sé alveg að verða búið. En við þurfum að þrauka aðeins lengur og hlýða fólkinu sem vegna hæfni sinnar valið til þess að stjórna og setja reglur til að vernda okkur. En snúum okkur að fyrri reikningalestrinum. Þar sem Móse fann náð fyrir augum drottins, fékk að tala við Guð, finna nærveru hans og sjá baksvipinn, því enginn gat séð augliti Guðs og lifað af. Móse var undir náð Guðs og nú erum við undir náð Guðs vegna trúar okkar á Jesú Krist. Að vera undir náð merkir að fyrir trúna verður synd okkar afmáð við stígum fram fyrir dómarann á efsta degi. Og ég hafði orðið synd í eintölu og vitna þá til orða Jesú Krist í Jóhannesarkafla 16, 9. vers. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Ágústínus kirkjufaðir hélt því fram að synd væri ekki athöfn, heldur afstaða. Og því ætti aðal spurning okkar að vera: hvaða afstöðu höfum við til Jesú Krists? Hann leiðtogi lífs okkar? En Guð sagði Móse að standa á kletti, en í klettaskoru, og hann sagði að hann myndi sjálfur hylja Móse með lófanum, svo öruggt væri að hann myndi ekki sjá augliti Guðs óvart og farast. Og Móse hlýddi Guði. Við getum séð Móse fyrir okkur, umlukinn klettavegg á 3 vegu og hönd Guðs fyrir framan, til öruggara skjól. Það mikilvægasta við þessa frásögn að Móse hlýddi. Og í svona aðstæðum þegar forvitnin brennur, vita allir hvað það erfitt að hlýða. Það hlýtur að hafa verið freistandi að kíkja aðeins. En Móse hlýddi. Og allir textar þessa dags varða á einhvern hátt hlýðni. Skilaboðin í Rómverjabréfinu voru að við eigum ekki að vera hálfvolg,
heldur eigum við að vera brennandi í andanum, glöð, þolinmóð og staðföst í öllu sem viðkemur trúnni. Við eigum að hafa andstyggð á hinu vonda en halda fast í hið góða. Hlýðni við Guð er trausts yfirlýsing. Við treystum þá á forsjón Guðs. Kaflinn náðagáfurnar í seinni ritningalestrinum ætti því að létta af okkur stórum áhyggjum. Þar stendur að við höfum fengið margvíslegar náðagáfur sem eru eins ólíkar og við erum mörg. Við eigum að rækta þær sem að við fengum. Við eigum ekki að gera of mikla kröfur til okkar. Við þurfum ekki að vera góð í öllu. Við þurfum ekki að keppa við hvort annað. Náðagáfa hvers og eins er örugglega sniðin að honum sjálfum og því samfélagi sem hann býr í, og saman gerum við samfélagið ríkara. Ef við trúum því að Guð sé almáttugur, þá getum við líka trúa því að hann sé ekki í vandræðum með að senda fólk þangað sem það nýtur sín í þjónustunni. Við höfum sönnun þess hér í Tálknafirði, því að Guð sendi ykkur Mæju alla leið frá Afríku. Guð opnar okkur leiðir sem eru okkur til heilla og hamingju eins og ritningin segir, og Guð lokar vonandi þeim leiðum sem væru okkur til óhamingju eða skaða. Við verðum að trúa því að Guð blási okkur í brjóst hvað er best fyrir okkur og hvar líf okkar myndi blómstra. Textinn sagði okkur að halda í það góða og hafa andstyggð á hinu vonda. Við getum treyst því að Guð vill okkur allt hið besta og umvefur okkur í kærleika sínum. Guðspjallið þar sem Jesús breytti vatni í vín fjallar líka hlýðni. En ég ætla ekki að tala að Jesús hlýddi móður sinni. Heldur er það hlýðni þjónanna í veislunni, því að Jesús var ekki byrjaður að starfa, svo þeir hafa ekki heyrt neinar sögusagnir hann. En það er ekkert í frásögninni sem bendir til þess að þeir hafi vita hver hann væri. En við vitum að þjónar eiga allt undir duttlungum húsbænda sinna og enginn vill vera rekinn fyrir það sem að hægt væri að titla sem heimsku, svo að þessi hlýðni hefur tekið á. Jesús, sem að þjónarnir þekkja ekki, segir þeim að fylla kerin af vatni og þeir hlýða. Fylltu þau á barma. Og takið eftir að Jesús gerði ekkert, það er að segja hann hvorki blessaði vatnið með handayfirlagningu eða sagði neitt. En leið og kerin voru full, segir hann, ausi núna af og færið veislustjóra. Þjónarnir voru að setja vatn í kerin, en þeir hlýða. Og textinn segir, veislustjóri bragðaði vatnið sem var orðið vín. Já, þjónarnir færðu veislustjóranum vatn. Það breyttist ekki í vín fyrr en hann smakkaði á því. Það er ekki ólíklegt að þjónarnir hafi óttast starf sitt þegar veislustjórinn smakkaði á vatninu. En þeir hlýddu Jesú. Það er okkur til eftirbreytni. Hlýðni við orð Guðs er að treysta orði hans og trúin á Jesú færir okkur undir náð Guðs, þar sem við viljum einmitt vera. Allar sögur Biblíunnar eru fullar af táknmyndum. Sagan brúðkaupi í Kana er ekki undanskilin. Kerin sem voru fyllt af vatni voru hreinsunarker gyðinga. Með þessu fyrsta kraftaverki var Jesús í raun að skipta út hreinsunarsiðum þeirra fyrir ávöxt vínviðarins, sem er hann sjálfur. Jesús er góða vínið. Hann er vínviðar teinungurinn, róta
Þjóðarkvisturinn sem Jesaja spámaður sagði að myndi vaxa upp úr þurri jörð. Og þar fáum við annað tákn, þurr jörð og tóm ker. Án Jesú lifum við andlegan skort. Jesús lét barma fylla kerin, en í Sálmi 23, Drottinn er minn hirðir, segir: bikar minn er barma fullur. Bikarinn er fullur af náð Guðs og náðin er svo mikil að hún flæðir yfir barmana. Svo má ekki gleyma því að Jesús sagði að hann væri hið lifandi vatn og allir vita að án vatns þrífst ekkert líf á jörðinni. Og að auki er Jesús uppspretta af eilífu lífi. Ég sagði í upphafi að fyrir trúna á Jesú erum við undir náð Guðs. Hlýðni við orð hans gefur okkur frið í sál. Traustið á Jesú tryggir persónlegt samband tveggja einstaklinga og Guð er aldrei nema eina bæn í burtu. Og náð hans yfirfyllir kerin okkar. Munum því að þakka Guði fyrir kærleika hans og umhyggju fyrir okkur. Þakka honum fyrir að ganga með okkur, gefa okkur þolinmæði og staðfestu til að gera rétt. Þökkum honum fyrir að vera skjól okkar og skjöldur, verja okkur fyrir þessum heimsfaraldri og fyrir að gefa okkur náðargáfur sem blessa bæði okkur og samfélagið í heild. Megi blessun Guðs fylgja okkur öllum. Amen. Rétt út hann og snertu Jesú, ef framhjá hann fer. Nafnið þitt með kærleik kallar, hann að fylgja sér. Vinur við, hann bestur ver.